Í þessari viku mætti Ívar Örn Hauksson í Hylinn. Ívar vestfirðingur með mikla reynslu af vatnaveiði og flugunýtingum. Ferðuðustu víða sléttuna og snertum til dæmis á flugusmiðjunni Jóni Sigurðssyni heitnum, febrúarflugum, Sauðlauksdal, Hraunsfirði sem á stóra málefni vestfirðinga, laxeldiru. Áhugavert að fá sjónarhorn heimamanns sem einnig forfallið náttúrubarn. Njótið. Hylurinn í boði veiðifélagsins Nóatúni 17. Doddi og Gunni standa sveittir í því að stækka búðina og hún því lokuð út í janúar. Snillingarnir í American Bar hlupu undir með okkur og fengu við lánað aðstöðu hjá þeim til að taka þátt vikunar. Vonandi fá þeir að opna sem fyrst, enda einfallega besti bar landsins. Bílasala Reykjanes sem fyrir með okkur og erum við þeim mjög þakkláttir fyrir stuðningin. Gaman að segja frá því að gestur vikunar, hann Ívar, keypti einmitt sinn síðasta bíl hjá þeim meisturum. Renni við og fáið okkur einhvern góðan bíl fyrir sumarið. Svo að lokum það með sönn ánægja að kynna samstarf Hylsins við Jack & Jones og Selected búðnar í Kringlunni og Smáralind. Að gera að dressa sig vel upp fyrir þessu örfáu tilfelli þegar maður ekki í vöðlunum. Ívar Örn, velkomin í Hylinn. Takk fyrir það. Hvað segirðu gott? Herði, ég segi bara fínt, sko. En það ekki? Góður, nóg að gera og... Þú búin að vera full að nýta í vetur? Já, við fórum þessi í, það í 22. eða 27. október sem við setjum þessar rás í gagnið sem ég með. Það flugsmiðjan? Já. Þarna ertu svona, á íslensku, að fara í gegnum okkar veiðiflugur sem við erum að nota. Passar. Og kannski, að fara skref fyrir skref í gegnum flugunýtingar. Já, bæði það og svo eru kennslumyndböndan inn og þau verða fleiri líka í framtíðinni. En ég að nýta nánast svona systematist upp úr bókinni Veiðiflugur Ísland. Þar sem ég vel ákveði mengi af flugum sem að þarf að nýta snældu, þarf að nýta Francis Peacock, Black Ghost, Nobler, allt þetta helsta, Blue Herimeri og allt þetta og nýta þetta fyrst, sko. Það koma þessu inn í rauninni í spilun. Já, þetta svolítið svona 101 ef þú ert að byrja að, tjekka á þessu, fikra sig í gegnum þetta. Algjörlega. Og ég að byrja á frekar einföldum flugum og með þetta svo flokkað í púpur, laxaflugur, straumflugur, votflugur og þurrflugur. Þetta frábælega gaman og bara hvet alla til að kíkja á flugusmiðina á YouTube. Já, þetta hugmyndin var reyndar ekki mín upphaflega, sko. Hún kemur frá Florida, frá vini mínu sem heitir Nathan. Hann náttúrulega vissi vel hversu í rauninni færi og orðin að nýta og hversu mikið ég reyndi að nýta og hann segi við mig vorið þarna í fyrra. Akkur, stofnar ekki bara þitt eigið workshop á netinu, þess að þú ert með eitthvað svona. Ég hugsaði mér, jú, kannski, einhvern tímann. En svo kemur félagið minn vestur, Davíð Vilmundarsson, vestur í október. Þess að við erum með mitt að taka upp og filma og gera hana heimildamindir. Og þá fyrir við að leika okkur með myndavél og sem sé Vice. Og sjá hvernig er þetta ná þessu og þetta náttúrulega lítið, þetta ekki auðvelt kannski beint að þú ert að vera með svolítið góða græjur í þetta og lýsingu og hana. Já, ég búin að koma mér upp stúdíólýsingu, sérstaklega lýsing á fluguna, það tók heila kvöldstund að finna út úr réttri birtu þar, þannig að það þó nokkuð mikil vinna á baka þessar ás sem ekki sjáanleg. En heyrðu, hvar dettið þú í þetta veiðifinn? Heyrðu, ég byrja á bryggjunni á Bíldudal. Úr það vestan? Já, ég er vestan. Reyndar fyrir áður við fluttum vestur, sko, þá byggum við upp í Hvalfjarðarsveit sem sinni mínir búa í dag, sko. Þar vatn sem heitir Eiðisvatn, bara þetta ekkert langt frá álverinu, Norðurál og Grönnfanga. Já. Þetta vatni sem maður sér þarna þegar maður tekur beina? Já. Það tenging í sjó þarna? Það sjógengt í það, já. Það byrtið að var allavega þegar ég var hérna 4-5 ára, það var byrtingur í því, sko. En svo fengum við leyfi hjá landeiganda til þess að leggja álagildrur. Og það er fullt af áli í þessu vatni. Já, var það allavega þegar ég var krakki. Og ég fór þetta með pappa mínum út að báta veiða, sko. Og í gildur og hann var að veiða held ég fyrir
einhverja rannsóknarstofnun fyrir háskólan veiða ál sem sé þá eru að gera einhverja tilraunir sko. Birkir, þegar við tökum tilraunaveiði vídeóið með álinn, þá kíkjum við þarna. En já, þú ert þarna bara sem smápóli og svo ertu mættur á Bryggjusporðin fyrir vestan. Já, passar. Þar byrjar svona veiðiferillinn þannig og það er rosalega gott að hafa tekið öll þessi skref sko, byrja bara að veiða í rauninni marhnót og eitthvað sem býtur auðveldlega á sko til þess að kveikja á einhverjum áhuga og svo fer það að uppgreita upp í stærri stöng og fara á Hafnagarðinn, reyna við að þorsk, stimbít jafnvel og bara varst að fá stimbít bara á spún eða? Já, það kom fyrir, það var ekki algengt en það kom fyrir að við stimbítur á garðinu. Happa fengur? Já, fínni, hvort þú herðir hann eða steikir hann, herra maður smátur sko. Já, geggjaður. En ok, svona, hvar fer þetta svo að þróast yfir í svona almennilega dellu, ef svo má segja? Það er upp úr svona, 10-12 ára aldri, þá er ég farin að suða í pappa mínum að fara með mér að veiða. Hann er reynda veiðir líka, en ekki hann veiðir ekki á flugu, eiginlega ekkert sko. Þannig að hann í rauninni smitaði með ekki þeirri bakteríu, en ég fór með pappa mikið að veiða eins og í sjóinnin í Arnarfirði, bara í fjöruna í sjóbirting og svo í eitthvað þessum heiðavatnum. Þetta er nú eitthvað sem við Íslendingar erum örgulega að vanmeta, veiða sjóbirtingi í sjó. Já, þar sem þetta er hægt þar sem hann er og hægt að veiða hann frá strandlenginu. Það er til dæmis fyrir vestan í Arnarfirði og svo vandalega Patreksfirði og Tálknafirði. Í Kjós hann gengur með landinu og hann fyrir upp í eins og Kjósinu á þessar ár, alveg pottitt sko. En nú eru þú veist þessi svæðan að vera vestan, þetta er ekki kannski þekkt sjóbirtingssvæði beint. Maður hugsa svona sjógengna bleiki og eitthvað en þarna er fullt af birtinga. Já, ég veit ekki sko hvað breytir þessu í náttúrunni en bara munurinn milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar til dæmis. Það er meira og minna bara sjóbirtingur í þessum sprennum í Arnarfirði. Það er hendinga og þessi sjóbleikju. En svo er eiginlega bara sjóbleikja í þessum sprennum í Dýrafjarði. Djúvel er það magna því að þú ferð sko bara rétt sunnar eins og til dæmis yfir í Breiðafjörðin, þú veist, og ef ég get talað bara þú horfir á eins og átnar í Dölunum og svona, þar er bara algjör hending á þá sjóbirting. Ég man þetta er einum sjóbirtingu, þú veist, ég held að ég veit einn sjóbirtingur í Haukadals á síðan 10 ára eða eitthvað sko. Akkurat. Og engin birtingur eins og í Haukadals vatni eða neitt svoleiði sko. Þannig að þetta er helviti magnað. Þetta er það sko. Stærsti birtingurinn sem við tekið í sjóarna var 9 pund sko. Tekin á flugu. Stóran Black Ghost sem með löngum vang. Já. Nýttur á króknum við 4 skýra, svona Predator krók. Já. Og hann bara nældi fluguna bara 2-3 metra frá landi sko. Bara allt í einu hvarfun og allt bóið og... Já, náttúrulega sjóbirtingurinn er ekki svo lagsinn. Hann syndir ekki eitthvað til Grænlands. Hann er bara svona dóla sér í firðinum og með, þú veist. Já, hann er í Síli og Marfló og eitthvað svona. Já, ég man ekki, hann er, vinur minn hann er þessi prófessor er að klára PhD, þessi gráðuna sína á Íslandi í svona fiskifræði, þessi tengdur laxfiskum og genasamsetningu þeirra. Hann sagði mér með sjóbirtingina, hann væri þannig að hann er bara í kringum ána sem hann gengur í, sem er hans heimili í rauninni og hann er að jójóa sko jafnvel allt árið inn og út. Já, kíkir inn á flóðinu og svo bara út með fallinu. Út með fallinu og það hefur verið gerað mælingar á þessu erlendis sko, merkja fiska og reyna að sjá hvað þeir fara langt frá óstnum og það er eitthvað hámark svona kringum 50 km radíus og yfirleitt miklu styttra, bara eitthvað 2-3 km. Já, þannig að veist, já, maður er náttúrulega séð eins og til dæmis veiðin á pollinum í kringum Akureyri og svona, það er þá vantilega bara allt eða fyrir ár fiskurinn sem er þar undir. Já, allir líkinu sko. Já. En þú ert komið veiðidellu 10-12 ára, hvert leitar þá hugurinn? Ég byrjaði að nýta kringum 10 ára aldur, þá gáðu foreldrar minni mér sem sé sett í jólagjöf. Venni Art keypti út ég held í Húli eða Grimsby, einhverju siglingu þannig að kallum fór. Alvöru? Já. Bara þorskastrís, gós, líka við? Nákvæmlega, sko. En ég eignast flugustöng, 12 ára, Mitchell-stöng, keypti í kaupfélagi, held ég Vestur Húnavatnssýslu, bara Blönduósi. Já, já.
og þú stöngur út í Þýskalandi núna, ég fór með hann í Gettu og náttúrulega mátti ekki koma með hann tilbaka sko nema svo og það tekur því ekki. Nei, einmitt. Já, en þú átt góða stundir með þessari Mitchell-stöng. Ég held að mín fyrsta veiðistöng hafi verið Mitchell líka sko, svona rauð, svört á rauð. Já, það var svoleiðis. Þetta er alveg gæða gripir maður. Flugustöng sko. Var ekki líka stóri bakkárlaxinn, var hann ekki tekinn á Mitchell? Jú. Minni það, einhver svona bensistöða græja sko. En hvar kemur fluguveiðin svona inn í þetta? Þú byrjar að hnýta? Já, byrjar að hnýta og byrjar komið Mitchell-stöngina mína. Er það flugustöng? Já, hún Já, ok, mín Mitchell var bara gamla góða lokaða hjólið sko. Já, ég átti þannig abu áður ég eignaðist flugustöng sko. Ok, þannig að ég miskiti það þú ert komin hann í fluguveiðina bara á fullu og að hnýta bara 10-12 ára gamla. Já, ég kom alltaf með flugustöng í hendurnar 12 ára og frændi minn heitinn tók mig í kennslu á Akranesi, Börkur Jónsson sem hann hafði hörpuna meðal annars. Já, frábær laxafluga. Hann skólaði mig til í svona grunn kasttækni. Var það mikill veiðmaður? Börkur? Já, Börkur og hörku veiðmaður og klár kall sko. Það að segja, ef voru einhverju vankantar á hlutum þá var hann rosalega snjallíðar komið einhverju lausnir sko. Var hann í stangveiðifélagi Akranes og þetta var svona tíma? Ég gerir ráð fyrir því. Það var svolítið völlur á þessu félagi þarna. Þeir voru með til dæmis Andagilsá, Akkurat. Voru með helmingin í Haukadalsá, voru með Fáskurúð held ég, jafnvel held ég Flekkudalsá á einhverjum tíma. Það var svona svolítið, já þetta var stórt og svona mikið félag sko. Já. Margir góði veiðmenn að skaðana sko. Já, Harpan bara geggjufluga sko. Já. Eina af þessum fyrstu flugum sem ég pikkaði upp úr veiðiflugur Íslands til að nýta. Hún með svona það sem maður má segja öfugan væng. Já, gullfasanin einhvern veginn liggur niður snúi. Já, en frábærfluga bæði lax og byrting. Já, rosalega sterkir byrting. En hvernig endur á Akranes í flugukastskenslu þegar þú býr fyrir vestan? Bara hluta móðurættinni á Akranesi sko. Þannig æxlaðist það sko. Og þegar ég var búin að ná sem sé grunn hreyfingunum og grunntækni í að kasta flugu þá var náttúrulega ekkert annað að gera en að fara að prófa þessar flugur sem ég var með. Og það, ég man eftir einhverjum að þessum heiðapollum fór pappi með mig á sunnudegi sko. Þá var ég komið út eitthvað svona neon franskisflugu sem ég nýtti 12 ára eða eitthvað. Fiskurinn tók hann ekki, en hann eldan og ég var frekar sárið það hefði ekki virkað akkurat að því moment sko. En svo þegar ég fyrir að prófa þetta í Söðlaugstælum, við fórum mikið þangað að veiða þegar ég var krakki þá þegar ég fyrir að koma út svona þessum silungaflugum sem að kallinn átti frá því að hann var ungur og Black Zulu og Blue Zulu og eitthvað slíkt og Peter Ross og eitthvað svoleiðis þegar ég fæ fyrstu fiskana mín á þetta þá ertu bara í rauninni komið með fíkn sem að fer ekkert tilbaka, aldrei. Kannski stöldrum aðeins við Stöðlaugstals vatnið og svona já, bara þetta er svona einhvers konar sólstandarfílingur yfir þessu. Við spurðum þetta vatni í pubquizin okkar daginn og náttúrulega konungur vassins sjálfur Jón Sigurðsson svona einn af þínum lærumeisturum bara er þetta eitthvað mekka að koma þarna og þetta er náttúrulega í veiðkortinu og á fólk að gera sér ferð og veiði Stöðlaugstals vatni? Já, ég myndi alveg segja það sko. Þetta er sem sé þetta er tiltölulega auðvelt vatn að veiða. Það er hvergi bakki fyrir aftæðin sem er að fara að skemma kastið sko, þannig að fyrir byrjendur er þetta alveg frábært vatn. Auðvöldu botn, það er allstaðar svona einhvers konar sand eða moldabotn. Ég fari út á þetta bát og vorum að reyna að dýfta mæla þetta og það var 3-4 metrar sem þetta var dýfst sko. En svo er þetta grinnra heldur en það og þetta er ekki mjög hátt yfir sjávarmáli þannig að lífríkið í þessu vatni tekur við sér á svona viku og þá er kannski, þá ertu bara tín upp einn og einn sjóbyrting svo allt í hennu er allt orðið stappaða bleikju sem er bara í tökustöði. Það gerist á svona viku 10 dögum þegar þetta gerist. Og þetta er mikið sjógengi fiskur? Það er rosalega mikið sjógengi í þessu, já. Og finnst þér að hann sé að koma og fara jafnvel einhver leiti allt árið eða er þetta þú veist það er oft talað um sjóbleikinu svona og eftir Vestlurumannahelgi? Ég hef fengið
sjógengna bleikjus í apríl, Já, páska það tvö ár síðan og fór ég með eldri strákið mér þetta og var bara með appelsínugulan lítinn noflur með svona blýhaus, bara kasta alla stundina og það kom sjóbleikja það. já. Það var bara páskadag fyrir 2 árum sem er í apríl, sko. Þannig að hún er að skjótast þann inn og væntalega eitthvað ætið, þú veist, marfló og annað sem flæðir hann inn og... Það er held ég að sé sko of mikið ætið í þessu vatni vegna þess að þegar líður á þá verður fiskurinn alveg ógeðslega pikki. Já. Þá erum við að tala þá átt að fara hann í bara moskítu og númer 18 eða 20 í þurrflugum eða blacknatti eitthvað svona svipa smátt eða flugurnar eftir Jón þessi herti sen á dagbirtina alveg nýri bara mikró þá fer að fá töku en oft bara flugur númer 10 og 12 eru bara Þú ert bara ekki með. Já, þú ert ekki með í pótunum. Nei. En hérna, já, þú nefnir þessar flugur, hérna dagbirtina og Herdís og þetta er alltaf merkilegu maður og hérna gaman að koma inn á hann Jón Sigurðsson heitinn. Já. Hérna, ég er svona þekktar í gegnum síma má segja, hérna, ég held að við tengt yfir Facebook og hérna hann sendi mér flugur sem hafa reynst mér vel og hérna áttum mörg og já, bara mörg og símtöl og spjall sko og ég var nú einhvern veginn alltaf á leiðinni til hans en það er svona þegar maður er hermaður leiðsögumennskunnar þá hefur maður kannski mikið lausan tíma yfir hásumarið en hann alltaf býr hérna á Bíldudal og hérna og þú kynnist honum vel. Já, ég kynnist Jóni bara þarna sem bara í rauninni krakki þá var hann stundum að því að bryggju eitthvað snittast í kringu netagerði eða svo við sko bæta snurvoðir eða rækjutról. Þá var hann stundum að hjálpa okkur krakkanum sko, að sína okkur hvernig við ætlum að beita krókin þannig að fiskurinn þessi tæki og kenna okkur núta og svoleiðis sko. Það eru mín fyrstu kynni af Jóni Sigurðssyni og svo fer ég að vesla hann flugur setna og fer með honum að veiða og hans svona fínpúsar hjá með köstin og kemur inn í svona að kenna mér almennilega að nýta. Eitt sem að hérna Jón svona snurtum aftur að því hann var ofta að tala þessa sjóbrytisveiði í það sem allir lækir renna út í hérna fjörðinn og eitthvað og þetta eru, þú veist, við vorum búin að koma inn á það þetta eru kannski ekki þekktar sjóbrytislendur en þarna var hann búin að kanna með sér ákveðna flugur tönnuna og fleiri til þess að veiða þessa fiska í sjó hefur þú upplifað þetta bara svona beint frá honum eða? Já, hann í rauninni dregur mig í þetta að sína mér að þú getur veitt byrtingin í sjó þú þarf ekki að vera með spún eins og hann sagði, miklu skemmtilega að taka hann á flugu og þá stórar flugur eins og til dæmis tönnuna, ég held að hún sé í fullum skrúða 15 cm, 2 marabúrfjörur í skott og bara... Það er alveg slóði bara. Já, og hann var nýtt í tönnuna oft þannig að hann nýtti hana á króknum með 2 og var svo með gyrni 18-20 punda þessi gyrnisbotta og 2-grækju eða 3-grækju aftan í því í stélun á hana því að hann vildi meina að það var alltaf verið að kroppa í stélu á þessum flugum og fiskurinn næði ekki alltaf að festa sig sko. Það voru hann málaði augu á þetta ekki líka? Jú, það var mjög gjarn á að mála augu á alla strímerana sína. Maður hefur heyrt sko hérna, nýjustu kenningar í þessari hérna, strímerveiði sko að mönnum finnist alltaf eins og þessi verið að narta aftan í skottið sko en þá séð það raunverulega sko að þessi að ráðast á hausinn og öngullin sé svo langur. Já. Veist, að hérna þess vegna eru þau farnir eins og í Bandaríkjunum að vera með stuttan öngul fremst Akkurat. Og svo annan fyrir aftan. Já. Og oftast þegar ég prófa þetta þá er fiskurinn á litla önglinum fyrir fram. Já, það meikar alveg sens í að hann í rauninni sko fiskur ætlar að kyngja fiski, þá þarf hann að kyngja hausnum fyrst til þess að hann lendir bara ekki í vandræðum sko. Nákvæmlega og ef hann ætlar að ná að drepa hann skilur, þá þarf hann að ráðast á hausinn þannig að þessi löngu önglar eða einhver trailerhúka eða það er kannski bara ekki málið en þú veist, ég maður bara eftir að hafa verið að pæla í þessu og oft sett þessa trailerhúka á einhverja litla 3-grækju eða eitthvað, betur þessi laxi í gamla daga sko. Já. Svo hérna svo fór maður að breyta hann og það er kannski bara stuttan öngul vera með greinilegan haus og svo bara Akkurat. Stél. Einmitt. Já, þetta eru skemmtilega pælingar en Jón gerði náttúrulega fullt af góðum flugum og var ótrúlega afkastamikill nýtari.
Já, sko, ef við förum yfir þess að bara íslensku hnýtara sem eru svona kanonur eins og Kolbeinn Grímsson og fleiri, Þór Níelsen og fleiri kalla, ég held að svona í Majority þá eigi Jón fleiri flugur heldur en þessi kallar, sko, þá eru fleiri flugur sem bara sem svínvirka allar. Alveg ótrúlega, sem sé, góðar flugur, fyririldinans og allt þetta. En margar en kannski ekki eins þekktar eins og til dæmis hérna Peacockin eða Killerinn eða eitthvað svoleiðis, sko. Akkurat. Það er bara, fólk fekk ekki að sjá þetta. Hann birti náttúrulega ekki nema bara hluta af sínum flugum í viðtalinu í veiðimanninu. Já. Og svo eru eftir hann flugur í veiðiflugum Íslands. Já. Ég fyrst var að veita þar, þú veist, eins og Herdísinn og Dagbjörtinn og þetta svona sem eru, og náttúrulega er ekki Tannan er þar líka, minnum mig? Jú, Tannan og fluga sem heitir Sægreifi líka, Sægreifar. En þú veist, mikið náttúrulega, og náttúrulega ótrúlegt, þú veist, ég man að hann var að senda manni flugur bara til að láta prófa og eitthvað svona, sko, þetta er náttúrulega sannur áhuga maður. Já, bara, hann greinilega lifði fyrir þetta allan sólarhringinn, sko. Algjörlega. Jón átti til að, sko, hverfa í rauninni frá Bíldudal og þá vissi enginn hvar hann var. Hann gæti verið upp á fjalli 2-3 vikur við eitthvað vatn, sko. Já. Legið bara úti og verið bara úti í náttúrunni að veiða, sko. Þetta er náttúrulega, já, bara svona hvað maður segja, alveg orginall í þessu. Já, algjörlega, sko. Ég veit maður eftir hann sendi mér myndir, sko, aðstöðinni hjá sér. Svona undir að síðasta, hann er nú látið kallinn, var það ekki veturinn 2015-16, svoleiðis? Jú, 2015 sem hann deyr langt fyrir aldur fram í rauninni. Já. Þá var hann með uppsetta á okkur svona, hvað maður segja, hotborði og bara örugglega, sko, 40 væsa. Og þá sett hann upp bara 10 króka, nei, þú veist, 40 króka, númer 10, alla eins. Og svo var bara gerður festu tvinnin á alla króka, 40 höldur hangandi. Og svo var bara, já, hvað var ég að sitja á þetta? Það var bara ákveð og svo var bara sett á 40 króka og hann bara hjólast, þú veist, á bara skrifstofustól og hjólum og lét sér bara renna meðfram. Já, hann línu hnýtti eins og við getum kallað þetta. Hann var stundum sko, hann var að selja slættaflugum bara til ákveðina fastakonna og ég lendi alveg í Jóni, ég pantaði hjá honum box eitthvað streamera, sko. Svo ætlaði að vera að ná í þetta, þá fekk hann þessi símtal frá einhvern sem bara þurfti streamera bara as soon as possible og þá sem bara sorry, sko, ég seldi flugurnar þínar í gær, sko. En þú veist, ekkert stress, sko. Nei, hann er líka fljótur að hendi nýtt bóks fyrir þig, sko. Já, það var komin daginn eftir, sko. Já, þetta er, ég mani mitt eftir sérstaklega svona mín síðustu samskipti við Jón, þá heyrir hann í mér í júní, bara byrjun júní og segir mér hvort ég get ekki stokkinu á flugvöll að sækja box sem hann er búin að koma í flugvél til mín og með Arnarflugi og ég fer þangað og þú veist, ég átti ekkert vonu þessu, hann var ekki búin að gefa mig fyrirvar á að segja neitt, bara þú voru að fara núna, ég er búin að skuldast út á flugvél hérna að vera vestan og þetta er að koma bara og svo heppilega vill til að ég var að akkurat að bara gera mig kláran að fara úr bænum í leiðsögn hérna á Íonsvæðinu, Þingöld og ég tek á móti þessu boxi og það þessar flugur sem þú fórst svo vel yfir í þættinum um daginn hann Mosquitoinn þurrflugan og hérna Fiðrildinn og fleiri þetta flugur og svo ykkur flugur sem ég fannst nú bara hvaða spögelsi er þetta og svo er ég í Þorsteinsvík og það er búið að kasta öll í með þarna frægan kall hann hvað heita þau, Kathy og Barry Beck já, hann markastjóri hérna Sage á sinni tíma og með svona, þetta var eitthvað hóstið tripp í honum og hann er honum svolítið pirraður kallið, þú veist tengir örugglega margir við þetta sem hafa komið í Þorsteinsvík að vera að kasta yfir torfuna og allt springur og bökin upp úr og ótrúlega pirrandi og hann tekur ekki raskat, hann er búin að fara niður í fasanteil nr. 20 og ég bara, heyrðu, Hail Mary, bara teka þessa astnalegu flugur sem ég fengið þarna fyrir daginn með flugi frá Vestfjörðum, með vaskakeði í augum, þú veist, ekkert eitthvað voða lítil, bara nú með 12 eða eitthvað og með væng og ég bara, hvað, þú veist, þetta er bara eitthvað djók 19 undir fyrsta kasti 16 blunda öryði og ég held að þessi fiskur sé ennþá framan á hérna, einhverjum svona banner hjá fiskpartner í Já, hann er það, hann er, þú veist
öllum sýningum allt. Það þessi fiskur þar, flaggaður. Já. Ég man að kallið var voða ánæður að heyra í mér með þetta. Og svo seinna sama sumar, þá fekk kunni hjá mér upp í Kjarrá, svipar aðstæður. Þá var maður búin að kasta öllu og ekkert eftir nema, þetta var svona rautt, Bonand box. Maður var með þetta í vasanum og bara, nú tek ég upp boxið frá Jóni og þá tók ég fiðrildið, Pedersen fiðrildið og kastaði því og hún fekk pakistönsk kona, fekk Maríulaxisinn á eitthvað kattis frá Jóni, sko. Það var alveg geggja moment, sko. Og þannig að hann bjargaði mér tvisvar þetta sumar, kallinn, síðasta sumari sem hann liði. Já, hann búinn að redda mörgum, sko, svona last chance. Já. Það flug eftir hann sem heitir SAR, eða Search and Rescue, hún í vídeóinu sem við gerum í Jón. Það fluga sem við bara, ég veit ekki hvort ég að segja, stimulator fyrir fisk eða hvað, sko, því að hún, ef hann tekur hann ekki, þá tekur hann næsta sem hún kastar, hvort sem það Black Ghost eða það virkaði eins og mikið finn, sko, þessi að stimulator tökur. Okay. Og þessi fluga, þessi SAR eða Search and Rescue, hún búin að bjarga mér svo oft í Söðlustælum, bara að ná einum byrting, hún búin að vera að berja í 4 tíma og kalt ennþá þannig að voru apríl, snemma í maí. Þar er ég bara með þessa Search and Rescue flugu, ekkert annað. Magna. Og hún búin að bjarga mig frá því að vera skunkaður nokkurnu sinnum, sko. Ég fekk einu sem ofta er símtal frá Jóni, þá er ég akkurat á Þingvöllum, bara svona kveldi til, bara kvöldmátaleiti eða eitthvað svoleiðis, sko. Og hann bara hvernig gengur og ég bara, það er ekki raskat að fá maður, bara ertu ekki með bóksið þannig og vasanum. Já, bara svo ég komin að þetta er kannski 3. sagana þegar hann bjargaði mér þetta sumar. Og hann sagði, settu fiðrildið á. Það núna fiðrildaklagtími og ég held að hann hafi átt við vorflugu þegar hann talaði þessi fiðrildi, sko. Og kastar því út á flótlínu og svo strippar þetta eins og það myndi strippa smáflugu í laxveiði. Ekkert láta hann að sökkva neitt, sem náttúrulega stríði gegn öllu sem maður einhvern veginn að gera í kuðungableikinu og Þingvöllum, að láta hann að sökkva hann á botn og gegnum murtuna og toga hægt og eitthvað. Þarna held ég minna stærstu bleikju, ég geti nú örgulega splæst myndina henni, þetta er eitthvað svona 5 putta bleikja eða eitthvað, ég veit það í Þingvallavatni, stærsta bleikja minna Þingvallavatni, en bara, og líka bara mokið, sko. Það fór úr engu í allt, einhvern veginn. Og þú veist, mér hafði aldrei dottið því. Maður var að reyna líka eftir kuðung og killerinn og píkokk en nei, það var fyrirlið. Hann er náttúrulega kominn af afla skipstjórum og miklu sjósöknurum af Jón, sko. Var á sjó sjálfur og svo pappans er Sigurður Brynlaugsson, þekktur afla skipstjóri fyrir vestan. Já. Hann er bara með þetta einhvern veginn í puttunum. Já, hann er með þetta í puttunum og blóðinu. Ekki eins og hann hefði verið á hverjum degi í Þingvallavatni, sko. Hann býr fyrir vestan bara og... Já, hann veitir náttúrulega eitthvað á Þingvöllum og Talsfjörðinni í Elliðavatni og Vífilsstaðavatni. Það er mikið af flugunum eftir Jón eru hannaðir til dæmis eins og Herdísinn og Brunka og fleiri í kringum Elliðavatn. Og svona, mætti maður segja að kasta einhverju rýrð á Jóna, þetta eru svona einhverjir, Taylorinn átti Elliðavatn fyrir 30 ára síðan. Þetta svona einhverju svona variasjónir í lit og svona á Taylor, basically. Já, allavega eins og Brunkan er rosalega svipur Taylornum, sko. Svo er hann með fleiri Herdísina, það er engin fluga nokkulega eins og Herdísinu með svona marga vapning aftan í aftur búknum. Svört og með koparvapning. Svona þessum vængstúf, má ég kalla það, sem var svona svolítið einkennandi fyrir hans flugur. Já, hann var rosalega hrifinn af því að klippa vanginn á flugum. Bara eiginlega öllum flugum, ég hef strömmflugum líka. Fyririldinu. Ég spurði hann hvernig hann gerði þetta og hann sagði bara við mig, bara svona sæll, sko, þetta fiskan miklu meira heldur en hitt. Já, hann var ekki að nýta fyrir Instagram eins og við kjánanir í dag, Birgir. Akkurat, hann er með ljósbóks að taka mynd af flugunum sem við gerum á þér. Einmitt, þú ert í 5 mínútur að nýta flug og svo ert í hálftíma að taka mynd af henni. Einmitt. Hann var bara að nýta til að veiða. Já, og dótið hans virkaði, sko. Já. Annar maður sem kynnist líka þarna fyrir vestan og sem er nú ekki að vestan er Jón Pedersen. Já, Jón Pedersen flytur síðustu árin á Patreksfjörð. Þá seldu íbúð hann og frúin sem
við áttu þetta í Kópavogi, flytja á Patreksfjörð, kaupa einbýlishús þar og 3,5-4 milljónir, þannig að risastórt einbýlis fyrir að það kostaði ekki neitt, sko. Svona sæmilegu jeppi í dag. Akkurat, og svo lítið hann innrétta Volkswagen Caravelle held ég hafi verið sem bara veiðibíl, það var kastu lagti, það var nýtingaaðstæða, það var eldunaraðstæða og alla græður og kælir fyrir fisk og kælir fyrir mat. Ég hitt hann einu sinni, það var upp á Skagaheiði, þá var ég þar með Gunnari heitnum Þorsteinsinni, sem er svona einn af mínum, já, má bara segja lærifeðrum í þessu sporti. Hann var þar með svæð á leigu, ég held að fjölskyldan sé ennþá aðkomandi að því, sko. Og þá mætir hann með engjafluguna. Það er eiginlega bara, veist, ég mitt verð seint kallaður einhver meistari vatnana, sko, en það er svona mín go-to bara fluga í bleikju í stöðuvatni. Ótrúlega fluga. Já, hún er alveg mögnuð, hún virkar líka, virðist líka virka í bæði sjóbleikju og stafbunda og það er náttúrulega kóparvapningur á henni, hún nær að fara niður fyrir vatnsfilmuna nokkuð brýtur filmuna auðveldlega, sko, og ég fiskað þó nokkuð að bleikju á engjafluguna til dæmis eins og í Sögulastalnum og svo oft verið sá inni í Hraunsfjörðinu sem ég fer með sem fær fisk þann daginn og þá á einmitt engjafluguna. Hún hefur gefið mér vel og ég veit að fleirum eins og Örn Hjálmarsson og Tómas Skúlason og fleiri í Laugavatni og bara sjátt á það líka, hún var nú held ég upprunalega að kalla rafmagnið eða rafmagnsflugan. Já, út af výrnum bara. Já, ég held að þetta hafi verið tekið bara úr einhverju eins og þessi gæjar gerðu, þú veist, fyririldin hjá Jóni Sigur nýtt úr einhverju einhverjum grásleppinettum eða ég veit ekki hvað að kalla það, sko. Við myndum sennilega fara auðveldari leiðin og kaupa ykkur bara vínilrip sem er dökkrautt, sko, en það var bara að nota bara úr gamlum grásleppinettum sem það henda, sko, þau eru svo langur riðill á þeim og þú nærið alveg ágætið spotta af bara efni sem er bara slétt og engin hnútur á. Hann var að nýta úr alls konar svona alternativ efnum, sko, og mjög svona kreatífur með það. En var Jón Petersen þá mikið að stunda eins og Sauðlaugin og svona vötnandi í kringum sunnavar Vestfirði? Jón Petersen fór mjög mikið í Sauðlaugstálsvötni. Ég veit ekki hvort hann hafi farið eitthvað meira, hann var náttúrulega fullorðinn, sko. En ég fór með Jóni Jóni Petersen nokkrum sinnum í Sauðlaugstálinn og þá hann kenna mig hvernig þetta veið á þurrflugu, svona alvöru, sko, eitthvað skonar hans tækni í þurrflugu veið, sko. Og getur eitthvað lýst í frekar? Hvað gerir þetta hans tækni? Hann var ekki bara að kasta og láta það liggja? Já, byrjaði að fá sér í nefið og svo að nýta fluguna og hann var með frekar stórar þurrflugur. Já. Og ástæðan fyrir því hann sagði að hann vildi hafa þetta stórar, bara hann sæði ekki sjálfur að það verið mikið minni. Nei. En þetta verðum að tala 12, 10, 12, 14. Hann var mikið með þurrflugur í Europa og svona flugunummer og kattis, eitthvað svona kattis þessi flugur og svona með sléttum lökkuðum væng sem fljóta, sko. Já. Og hann var að kenna mér að veiða á þurrflugu, sko. Þannig í bleikju, það er að segja hvernig þetta er að meðhöndla taumin áður og svo kastaður þessu út, tækir slakan af þessu og svo bara letur þetta sitja og ef það er ekkert að gerast á hreyfur þetta letur hann að lappa 10-15 cm á vatninu bara rólega til þess að fá athygli og yfirleitt virkaði þetta. Taka fisk ofta á þurrflugu í Söðlastalnum bara 2 stanganlendi frá þeir, sko. Já. Stendur bara kjurr og kemur hann nær og það bara kasta þurrflugu á þetta, sko. Það er gaman að geta aðeins komið inn á þessa gömlu meistara. Já, ég heppin að fengi að hafa lært hjá, sko, ekki einum heldur 2 svona köllum, sko. Já, þú ert það, sko. Það er good shit eins og maður segja, sko. En svo hefur ég reyna að kenna náttúrulega, ég er að kenna eldri syni mínum í dag bæði að nýta eins og svo gaf ég honum fyrir flugustanga sett, svona Reddington sett fyrir nokkurum árum í afmælisgjöf. Frábær sett. Mjög góð. Mín fyrsta stöng var með Reddington Redfly svona sett, ekki jólagjöf frá foreldrum mínum. Þetta, þegar þú kaupir svona sett, ok, þetta er kannski ekki eitthvað besta stöffið í þessu, það er yfirleitt að hjólið eitthvað svona þú veist. Já, vanlega er þetta fín stöng og fín lína. Akkurat, þeir passa það í svona settum að línan og stöngin match alveg. Já, svo er þetta allt orðið svo fínt í dag, það er sama hvað það heitir, sko. Já,
hvaða merkið það er, þetta er allt orðið svo ótrúlega sæmilegt, þú veist, þó þú kastir ekki miklu peningum til, sko. Akkurat. Já, og nýtur þess að veiða með sinniðinum og svona sjá hann gangi í gegnum stigan sem að þú ert búin að lappa í gegnum. Já, ég hef úslega gaman að fara með hann Bjarka minna veiða, sko. Hinn strákurinn minn, hann hefur minni áhuga á þessu, en hann kemur alveg með, sko. Já. Hann tekur alveg þátt og þú finnst alveg gaman að veiða en þú sér ekki beint fyrir því að hann fái dellur. Nei, hann fá ekki alveg sem dellu ég er með, en hann er farið í náttúrun og skoða af eitthvað svoleiðis, hann hefur alveg gaman að því líka. Einmitt. Já, þú veist, bara to each his own, sko. Algjörlega. Hérna get ég ekki hamið mig að spyrja þig, því að þú býr þarna að vera vestan og ert svona, held ég, fyrsti búsetti Vesturvíkur náttúrulega sem ég tek viðtalið. Já. Laxeldið. Þú veist, þannig að þú þarft væntanlega að ganga á kolum í kringum þetta, þú veist, þetta er náttúrulega mjög, get ég ímyndað mér stórt hagsmunumál fyrir eins og bara bæjarfélagi sem þú býrði í. Já, algjörlega. Hvernig blasir þetta við þér? Sem veiðimaður og sem vestfirðingur. Fyrir vestfirðinga er þetta náttúrulega bara frábær lyftistöng fyrir svæðið allt og það er komin hann að þessi rekstur sem er að skila hellingspeningum inn í samfélagin og húsnæðisverð er að hækka og það er lítið atvinnuleysi á svæðinu sem er bara algjörlega jákvætt. En sem veiðimanni þá náttúrulega vitum við af því það er alltaf einhver þessi ákveðnir áhættufaktorar í öllum svona rekstri og sjókvíaeldi og opnum kvíum það er ákveðin áhættufaktor sem að við bara vitum frá öðrum löndum, bæði Noregi og svo í kringum Vancouver, eyju, Kanada. Og við höfum alltaf, það er ekki hægt að horfa fram með því að hérna, við erum að horfa á Normenn herða allt sitt regluverk og jafnvel fara með eldið upp á land. Manni finnst svona oft í þessu eins og Normenni sé að koma hinga bara út að skorta á þessu sama regluverki og kannski nota tækifærið á meðan þeir fá leika lausum hala í villta vesturinn á Íslandi. Já, þetta er hérna horfið dálítið þannig við okkur því við vitum alveg sko ekki í einhverju rasísku sambandi, alls ekki, en við vitum alveg að við höfum haft Normenn hér áður á Íslandi bæði við hvalveiðar og svo síldveiðar og þeir þurrkuðu bókstaflega bara upp hval hérna við Ísland nánast, þeir gengu ákveðnum stofnum nánast dauðum og svo eru aðrir stofnar í dag sem hafa aldrei náð sér og það er ekkert mála, það er til statístík þetta og við gerum smá heimildameitum þetta, ég og Davíð sko. Já, ok, við linkum inn á það. Og þeir byrja hérna eftir 1883 einhverju alvöru sem sé að veiða hvalirnar við Ísland og eru það búin að þróa sem sé sprengiskuttulinn þannig að hann virki og það eru fáið hvalir sem sleppa á slíkt. Já. Þetta eru hvað sé, 25 ára rammi sem að í rauninni þeir eru með sinn iðnað hérna á Íslandi og svo þegar hvalurinn er búinn þá annarkvort við fórum náttúrulega austur með stöðarna fyrst Ellefsen til dæmis fórum við fluttið á þessi Asknes í Mjóafirði og svo þegar hvalurinn var búinn þar þá fer hann niður til Suður-Afríku til að halda áfram og svo eru náttúrulega settar massívar sem sé bann við hvalveiðum bara á ákveðnum tegundir, sumar tegundir eru bara alfriðaðar og slíkt út af því að það veitt svo mikið úr þessum stofnum á þessum tíma og það er talið að þessi stofnar hafi ekkert náð sér síðan þá veitur mikil hvalur sko. Já og burt sér frá því hvort þið eru Normenn eða annar bara þú veist þetta eru bara fyrirtæki skráð á markað og peningar hafa engar sál sko. Það er dálítið þannig, það er bara veist, þetta eru fjárfestar. Já og líka þetta þú veist að þú veist arðurinn verður ekki eftir á Íslandi sko. Þetta eru einhver störf sem skapast tímabundið kannski og hérna, þetta er allt passað upp á það að kaupa fóðrið og allar byrðar af eigendarum norska og það er hægt að stilla af bara afkomuna. Þegar það er aldrei hagnaður þá er aldrei borgað neitt skattur. Akkurat. En hagnaðurinn verður til á hlutabréfamarkaðnum í Noregi. Einmitt. Þannig að já, þetta er svona þetta er tvíeggjasverð. Já, auðvitað skilum maður Vestfirðinga þú veist varðandi þessar tekjur eða hvað maður segja, kannski ekki tekjur en þessar atvinnur möguleikar sem eru að koma inn og kannski leiði og þú veist, ég skil fólk sem er kannski búin að horfa á
bæjarfélögin bara verið í hnignun bara alla sína ævi að það sé kannski komið eitthvað líf og eitthvað svona forsendu til að fara að fjárfesta og gera eitthvað sko. Akkurat. Það, ég sýni því fólki og vestfirðingum að sjálfsögðu fullan skilning og þetta er gott fyrir svæðið, alveg klart mál og ég sem vestfirðingur er ekki á móti þessum iðnaði sem slíkum. Nei. Mínust náttúrulega það eru áhættur eins og við höfum rætt, það eru ákveðnar áhættur sem fylgja. Og þetta er, já, ég get ímyndað mér að þetta sé svona konflikt fyrir mann eins og þig, ástriðu veiðimann sem að og vestfirðing sem að vill svæðinu allt gott sko. Akkurat, þetta er svona, já, það tókst þetta innræð með mann. Ég skal trúa því maður. En já, við ætlum ekki kannski að dvelja of lengi við þetta, en hérna svæðið sem ég langaði að spyrja þín nánar út í og svona aðeins búin að innbrá er hérna Hraunsfjörður. Já. Þú mikið verið að liggja við því svæði? Já, ég hef tekið og það hefur komið fram í vídeónum mínum eða þáttunum að ég veiði sjálfur ekki rosalega mikið að laxi, það er kannski 2 túrar á ári og þá á jaðartíma sem maður hefur efna á að fari. Eins og bara allir íslenski veiðimennir. Akkurat, en á móti kemur náttúrulega þá erum við með options, veiðikortið og kannski ódýrari silungsveiði sem eru rosalega vannmettni kostir. Þetta er svona fyrir síðustu kannski 10-15 ár menn er að átta sig á því að það er ekkit verra að draga 10 punda birting eða 10 punda lag sko. Nei og líka bara svo fólk átt sig á því því að maður hefur verið í kringum þessar sem er þessum bestu ám á prime time sko, sem kosta fáralega peninga sko. Það er líka bara oft ömulegt sko, og léleg veiði og allt það sko. Akkurat. Þannig að menn ætti að geta endilega að vorkenna sér mikið sko. Nei. Það er endalaust af optionum á Íslandi og Hraunsfjörður er náttúrulega klárlega einn af þeim. Já, Hraunsfjörður er inn á eins og við kortinu og Hraunsfjörður er stór, þetta er náttúrulega lón sko, sem náttúrulega var laxeldi í gamla daga, þessi hafbett sko. Og það er lax í þessu, gengur í þetta lax, það gengur í þetta birtingu líka. Ég fengi birting á veiðidísina þarna, 4 punda birting bara í apríl, strax og snjór var bara laus. Og haugur af sjóbliki. Já. En var það allavega og er ennþá. Og þetta er eins og ég segjum, þetta vatn er stórt, það er nóg pláss í rauninu og það er fullt af stöðum sem hægt er að veiða á í Hraunsfjörðinum og það eru nákvæmlega vindáttir sem eru kannski ekki eins hagstæðar en það er alltaf, þetta er það stórt og þú getur alltaf fundið eitthvað blett sem er líklegt að sé. En svona tölum aðeins mér það, því að hérna hvernig þú myndir stilla þig gagnvart vindi hérna, því að þú veist nú heyrir maður alltaf vestanátt bara ekki fara í vatnaviði. Akkurat. Þú veist, ertu kaupandi á það? Nei, ég tristi meira minni 30 og eitthvað ára reynslu við flugusöngina heldur en bara alveg akkurat einhverju veðurspá eða einhverju veiðispá. Það eru til síður sem að rekna út fyrir þig bara líkurnar á hana bite index eða biceindex.de. Okay. Þessi þjóðir er að sjálfsögðu búin að rekna á mónutur og allt. Þjóðverðin þarf að rekna sér niður. Já, það er að rekna sér niður á rétta niðurstöðu. En félagi minn úti sem ég hef veitt gettu með úti í Þýskalandi, hann bendi mér á þessu síðu, hann sagði þetta er bara svona world map sem hún dreifur bara Bite.index.de Bice, B-E-E-S-S index.de. Við splæsum þessu einhvern veginn inn hérna Birkir kinkakolli. Ég hef gaman á því að sko, þá er þetta bara svona world map þá dregur bara svona zoomar inn og dregur bara akkeri og ítir á reddi sko. Þá reknar hann út sem sé birtu út frá sólagangi, hitasti út frá veðri, vindátt og allt þetta og gefur þér svo í rauninni svona highest bite rate of the day og þetta er oft 2 ára dagar sem þetta fer svona upp sko en þessi þýsku strákar sem hefur að veiða með úti vilja meina bara, það skiptir ekki máli hvað þú ert að veiða, að loftþrýstingur og breytingar á loftþrýstingi skiptir mjög miklu máli. Hérna félagi minn, hérna Kalli Magg sem margir kannast ekki við úr Langá hérna, hann er gætað þar mikið. Ég er að mynda, hann sagði mig frá því haust að hann var búin að panta sér einhverja 2 bækur á Amazon hérna áhrif loftþrýstingar á sundmaga og hérna fæðu hegðun hérna laxfiska sko. Já, nú fara að taka skýrslu á honum, við kannski fáum hann einhvern tímann með letta skýrslu þetta. Og ég man eins og eftir ég var félagi minn að gæta Breta í Kjará og hérna hann var með svona barómeter alltaf á sér, eða loftþrýstingsmæli. Svo fóru þeir út kannski eftir hádegi, fengu kannski 1 lax eða engan eða 2, það skiptir ekki máli. Svo bara reið kallinn upp mælinn og horfði á hann.
heim það verður ekki taka úr þessu, bara gin and tonic o'clock kallaði það kallaði sko, ég man ekki hvað loftræstingur var, eða fór yfir það undir eitthvað ákveði sko, þá var það svona gin and tonic viðmið hjá honum sko. Það tækið ekkert að vera rembast. Þetta hefur kannski verið lítið í umræðinu hérna á Íslandi. Já, og ég myndi svo sem ekki, ég hef oft slægi eiginlega alltaf eins og ég hefur að fara í sölustalinn til þess að hafa eitthvað samanburð. Þá slægi inn staðsendingunni í þetta og er að leika mér, þú veist, ég fer að veiða þó að sé bara 1 af 10 sko. Já. Þú veist, ég hef alveg fengið fisk og það sé 1 af 10, en það virðist eins og þetta sé virki að hluta til, ég er búin að prófa þetta svo oft í sölustalinn, að þegar þeir segja að þetta bite rate sé hærra, þá er meira líf og svo allt í hennu bara pompar þetta niður í 1 eða 0 og maður hefur lent í þessu í veiði að það er bara eins og þessi slögt á fisknum. Við lent í þessu Hraunsfirði til dæmis með Inga félagi minn sem að ég byrjaði að veiða með 2006. Þá hann þekkti mun á bleiki urri eða þá, en það var þetta sól sko, og ég er búin að skóla Inga alveg til í bæði nýtingum og kasta og hann er að kenna sinni sínum í dag. Frábært. Þannig að maður er að reyna að bera þekkinguna niður. Já, alltaf gaman að deila. Já, bara þetta við erum í þessum heimi til þess sko. Já, ég meina annars sætum við ekki hér. Akkurat, en við höfum lent í þessu að fara til dæmis í Hraunsfjörðinni og Ingi og fórum eftir vaktaskipti bara klukkan 8, vorum mættir upp í Hraunsfjörð klukkan 9:30 og vorum alveg langt fram eftir nóttu og það var þurrfluga og fyrir að leika okkur með eins og Griffith knatt pínulitla 14 og 16, taka bleikju stóra, 2-3 punda bleikju, flotta bleikjur bara við lappirnar á þér. En svo bara gerist það þarna nóttina, það er bara eins og þessi slögt á bara einhverju, ítt á takka og takkan þetta niður, hann skoðar fluguna en ekkert meira. Komum aðeins inn á þetta í þættinum með honum hérna Óla, dagbók urriða. Ég myndi svona þessar stundir dags, svona hvenar fiskurinn er raunverulega að éta sko. Það er svona í birtingu og Óli vildi meina svona kvöldmataleitið og ég hef vitnaði hérna, ég hef nokkuð prófað að fara á Þingvelli kannski svona bara eftir kvöldmat og verið alla nóttina og maður fær kannski 1-2 eða eitthvað, svo bara klukkan 2 þá bara þetta allt í dúnalogn, þá gæti klukkan kannski 6-7 morgunin þegar sólinn fyrir að koma upp og fyrir aðeins að hitna og lífriki kviknar og þú byrjar að heyra í fuglunum og Akkurat. Já, en þessar loftrýmispælingar eru náttúrulega alveg magnaðar og þetta er náttúrulega örugglega mikið fen að detta inn í. Já, ég bara myndi segja við alla veiðum en ekki fara eftir einhverju veiði spá í algjörri blindni sko. Það er bara boring sko. En það er gaman að pæla í þessu. Gaman að hafa þetta on the side og sjá hvort þetta ég sé einhver actually nákvæmni í þessu ekki, en ég myndi segja að hluta til, já, þá er þetta stundum sem sé það meira líf þegar þetta forrit segir að það sé meira líf. Hvað er það sem dreguð í Hraunsfjörðin? Ég meina, út með Stöðlaugsdals vatnið bara í bakaranum. Já. Hvað togar yfir flóan? Hraunsfjörður er náttúrulega greiðilega fallegur sko, og það eru auðvelt að lenda í moki, ekki auðvelt en það hefur komið fyrir að ég og Ingi einmitt höfum farið þarna og lendi bara 40 fiskum á klukkutíma. Bara algjört mok í ágúst, hitt þá bara á torfu og bara það var allt vitlaust. En svo er þetta meira kropp, 3-4-5 fiskar á dag sem er bara fínasta veiði þannig. Og svo er þetta náttúrulega misjandi eftir á hvaða tímabilið það eru skárra sennilega að vera neðar í vatninu svona snemma, bæði í hrauninu og við garðinn og þar sko. Apríl, bara strax svo þau farið nýsa þessu, strax svo má í rauninni veiða. Og svo þegar það fer að líða á og líða nær hrygningu eins og í ágúst þá erum við að fara inn í botn. Já, við lendi alveg æventýralegri veiði inn í botni sko. Ég hef ekki veit þarna. Ég er alltaf á leiðinni, en er þetta rétt skilja á mér bara þegar maður er svona lesið og spjalla mikið við menn þetta. Þetta er svolítið svona ofalega í vastdálkinum, þú veist, þetta er mikið þurrfluga eða rétt undir yfirborði eða þetta er ekki svona botnaveiði eins og Þingvöllin til dæmis. Nei, ég myndi segja allavega það sem ég hef reynt þarna, mann geta reynt alveg púpur og veitt dýpra og það virkar alveg. En þegar fiskurinn, þegar hann sé að fara að líða og orðið nógu hlýtt, þegar hann fer í þetta emerger stöð sko, að vera að éta
bara akkurat á yfirborðinu eða rétt undir því, kannski 10-15 cm undir því, þá erum við að gera miklu betri veiði bara á léttar flugur, eins og dagbjörtun til dæmis og vera með að nýta mjög mjóa og láta hana bara skauta undir yfirborðinu. Gert allt vitlaust. Við lendum hérna, það var sumarið 2019, þá fórum við Inga einmitt í Hraunsfjörðinn í júlí og við lendum í rigningu, hefi rigningu, vorum sem betur fyrir með bara reggekka því við byggumst við því að kemi stepi regn sko. Svo þegar rigningin búin og búin að vera að lemja í 2 tíma og ekki, þú sást ekki neitt líf sko. Þegar rigningin hættir þá löpum við aðeins lengra, þess að við vorum í hrauninu og löpum ákveðum að taka smá lapp og skoða sko. Þá sjáum við smá ripp á vatninu, bara pingu hreyfingu. Og Ingi var undan mér. Og Ingi byrjar að kasta á þetta og ég sagði við hann bara hentu, þú veist, dagbjörtu, bara dagbjörtu með 14 eins lítið, bara mjóa og mögulega getur og kasta hann metir örgum með þetta. Og það strax á fiskur. Já. Strax hann búin að henda þessu undir og þá tökum við þetta í beit 3 eða 4 fiska. Allt svona fínir tveggja. Er þetta ekki svolítið mikið svona 45 cm alveg flottar pattaralegar sjóbleikjur? Jú, það er sko það sem ég fengið þetta er svona kringum 4 punda bleikju sko en þetta er svona 2-3 pund og svo eru pundarana það líka. Já, eitthvað sjálfsög, þeir eru allstaðar það er bara merkjum heilbritt kerfi. Akkurat. Já, reyndar sko eina fyndna sögu sem tekist hérna Hraunsfjörðunum, við erum hérna félagi minn sem var einhver lítið ferðarþjónustu fyrirtæki á Stykkishólmi, hann var að skuttla einhverjum kunnum yfir í Grundarfjörð, þá keyrur hann yfir brúna og hérna þegar hann keyrur yfir brúna rekur hann augi þar er maður í sérstætt árfarveginum hann með svoleiðis allt í keng sko, bara og hann er ekkert mikill, eða var allavega ekki þá mikill veiðmaður, hann er orðinn helviti slinkur í dag, en svo skuttlar hann þessum kúrnum sínum á okkur hótel og Grundarfirði og snýru við og þegar hann komið tilbaka þá kallir hann ennþá með allt í keng maður og er að veifunum sko, bara heiða stoppaði maður og hann stoppar þarna gæsina, bílinn sinn, svona kölluð og kallir alveg brjálað maður, ég er með risalax maður, það er eitthvað bara svakalegt í gangi maður, ég er búin að vera með hann á í 1,5 tíma og bara alveg og félagið minn stekkur hann út og allir eitthvað hjálpar hann að landa og ég næ ekkert að hreyfa hann maður, hann fer hann eitthvað og svona að skoða þetta, það var gæði búin að vera að berjast við eitthvað helst grjótat í 1,5 tíma alltaf þetta að vera með eitthvað svaka lax hann þyrfti að tilkynna honum þau sáru vonbrigði að hann væri nú bara í botni. Hefur þú fengið lax þarna? Í Hraunsfjörðunum? Já. Nei, en ég sé lax oft þarna þegar ég er að veiða þarna svona seint sko. Já. Þá er laxfjörði stjórn um allt vatn bæði sé grútlegin fisk stökkva sko, stóran fisk og svo svona einsásfisk 5-6-7 punda fiska. Ofta erfitt að veiða lax í stöðuveiðum, hann á til að liggja eitthvað svona út fyrir árásum svona utanfæris og hann er ekkert að koma inn á grinningarnar hann er bara býð eftir að rigni í þessar sprænur sem rennugstaðar í og til þess að skila sínu. Akkurat. Hann ætla ekki að éta. Ég fór, að því við erum í Hraunsfjörðunum með þá, það er sumarið 2018, þá var ég að keyra túrista. Já, þú hefur verið svolítið í því. Já, ég eiginlega með öllu náminu og fyrir námið, áður ég fór í námið sko, þannig að ég var alltaf að keyra á sumrin bara og svo hardcore lögfræði á vinnunar. Já, þú ert lögfræðingur. Jú, lögfræðingur að ment. Já, þetta er skemmtilegt að fá að vera úti á sumrin á Íslandi. Já, og fá borgað fyrir það. Já, tala nú ekki það. Algjör forréttindi sko. En þarna í Hraunsfjörðunum þá var ég með túrista eða sem sé þá kall sem var með nokkra nemendur eins og frá Flórida og ljósmyndaferð og það var hluti af einhverju námi sem voru í, það var að fara til annars lands og mynda á og ég fekk þennan túr, bara prívatúr og ég ákveða þess að ég keyri upp Snæfellsnesi og tek þá þann hringin ég keyri yfir sem sé vatnaleið og byrja norðanmegin á nesinu og keyri niður og þegar erum að sem sé vörðum þálega þá að keyra berserkjarhraunni áður en ég fer áfram sko. Klassískt að keyra berserkjarhraunni, stoppi því tvisvar
flott myndefni þarna og vörður úfirhraun og vörður og mosi og svona flott. Eitthvað sem þú sér ekki mikið af í Flórída? Nei, oft örn líka í Hraunsfirðinum, mjög oft sem ég fór með túrista í gegnum hraunið, bara náttúrulega freista þess að gá hvort að örnið var ekki og það kom oft fyrir að sína þeim haförn. En með þetta fólk úr Flórída þá kerum við í gegnum þessi Berserkjahraunið og ég ákveði að stoppa það sem brúin er þessi og það sem að stíplan og útfallið er úr Hraunsfirðinum og þau fara að ljósmynda og ég lapp út á stíplunum og getur hoppað yfir þarna smá og kíkja, það er stundum sér laxarna sem er að dóla fyrir neðan sko, sem er nýkomin inn í lónið sko. Og ég sé fiskarna mjög fljótlega sem er að svema þarna fram og tilbaka og kallinu var með mér og ég benti honum í vatnum, bara sér þetta? Hann bara, já, bara rísa fiskur og þetta var ekki lax, þetta var byrtingur og örugglega slaga átt í 15-17 pund sko. Já, bara 80-90 cm byrtingur bara. Já. Úf, það sem að gefa ekki verið að fá eitt svoleiðis í Hraunsfirðinbyrgir. Já, bara tjela með veiðkortið og svo bara rekord fiskur. Birkir hefur mikið verið að dóla þess. Já, ég held ég hef náða lent í svona svipuðu mómentir sem þú á í ágúst inn í botni og bara lent í mómentum þar sem torfurnar koma bara rólega að veðurna lengst út svolítið jafn botnin að það. Já. Lendum breið og torfurnar bara allt í hennu byrja að koma ég er alltaf bara með þurrflugu þegar ég er þarna bara móki sem að lendir í Íslandum í ágúst. Það er það sem dreifur mann mjög mikið að fara aftur í Hraunsfjörðinn. Já, þetta er yfirborðsveiði mikið. Já. Það er, sko já, skemmtilega þess að veiðin finnst mér þegar þú ert að gera þetta annarkvort rétt undir yfirborðinu eða bara á yfirborðinu með þurrflugu sko. Kikður og sérð hvort það sé letilega taka eða eitthvað splassa, skiptir ekki máli. Bara það er geggja. Það telur margfalt á tóputökuna. Já, og óháð því hvort þú náður að landa fiskinn með ekki, sko. Ég bara fá töku og bara sjá bara mómentið þegar hann tekur þurrfluguna, það er bara heil mikið, sko. Það er bara geggja móment, sko. Þú veist, það er bara það sem að ég einhvern veginn lifi fyrir í veðin í dag, það er að sjá þessar þurrflugutökur, sko. Það er bara súpið. Já, rjómin á að bara allir í veiði, það ég myndi segja, það er þurrfluga og bara með ykkur í þannig aðstæðum þannig að þú getur verið með þristinn, sko. Já, einmitt. Heyrðu, mér langar að nefna við þig hérna út því að þú ert búin að vera að gera þessi flugundíkar-vídeó og þú ert að fara í vegferð núna að herða þig jafnvel í að sleppa þessum vídeóum til okkar veðimanna út af febrúarflug. Já, passar. Ég ræddi mitt við hann Kristján í fyrra fos.is og mér finnst þetta alltaf svo skemmtilegt og frábært að hvert einast skipti sem maður lítur inn á Facebook þá er fullt af mönnum sem maður hefur aldrei séð eða heyrt að koma úr skápnum og deila með okkur hinum flugum. Hvað ætlar að bjóða okkur upp á í febrúar frá þér? Ég er með klár inn á YouTube, það eru svona 40 vídeo. Það er bara með þá scheduled release? Já, í rauninni, en það er þá 20 flugur, sem ég er með þetta á ennskall líka. Já, þú er með þetta það er sem sé Duolingo, sko. Það er sniðugt því að þegar ég byrjaði á þessu þá hugsaði með mér ég verði að ná til stærri hóps en menn bara á Íslandi sem eru kannski 2500-3000 mann sem hafa mikið áhuga á þessu til þess að ná til það. Ég er ekki, ég ætla að vona að ná því. Já, eða þú veist, ég veit að þú ert að fá views á þetta, maður sér það að þú ert komið með yfir 500 subscribers og meðan við erum hérna á íslensku að reyna, við erum hérna bara í 150, við erum á góðum degi, við erum aðeins að smyrja það, sko. Akkurat, það eru meir en helmingurinn af þeim sem er að fylgja rásinni eru erlendir accounts. Frábært. Gaman að þegar við erum hérna á American Bar, þeir standa með okkur og meðan að veiði félagið er lokað. Gaman að minnast að það fyrir svona sirka sléttu ári síðan. Þá vorum ég er sérst í fræðslunefnd Stákæður að sveikja ykkur. Það var fræðslunefndin og flugukastið sem það var. Með flugundíkakvöld og þá mættu yfir 100 manns á mánudagskvöldi að nýta flugur á American Bar. Birgir, mann að hlakka til að geta gert eitthvað svona. Þau eru ekki að vera bara á netinu og eitthvað rugl. Já, geta mætt bara á svæðið með væsinu og nýtt. Já. Það er gaman, sko. Já, það er eitthvað svona, eitthvað bræðralagi. Því að flugundíkar í eðli sínu, þú veist, þú ert bara einn með tónlist eða eitthvað að nýta, sko.
Akkurat. gaman að hitta aðra og kannski skiptast á efni ef að þú veist, ég á ekki svona og þú svona og það var alveg geggja moment hérna í fyrra. Ármenn eru með nýtingakvöldi í Þeir sínu eru viku, mjög duglegir, skegg og skott. alltaf eftir áramótið ekki á mánudum Jú, og það er bara opið öllum er að Það segja er- já, þú það þarft er- ekki það að vera er- ármaður sérstaklega. nei, það er nefnilega opið öllum, það er fagnaðareinindi er bara ókeypis í rauninni þar, Algjörlega. séð menn og marga mjög góða nýtara og Þeir til eru að þarna lifa Jóna þetta. Aðalsteinn og fleiri hetjur sko. Akkurat og þetta er bara já, ármenn eru náttúrulega þannig félagskapur að ég held að þessi enginn sem ég þekki í félaginu, ég þekki náttúrulega ekki eitthvað alla eða marga, ég er náttúrulega tiltölulega nýkomin í ármenn, þannig en það er enginn eitthvað svona út í hotni að pukra bara með sína flugur og vill ekki sína neitt sko. Það er allir með bóksin sín opinn og að Já. deila og miðla sinni þekkingu og reynslu. Þetta er náttúrulega svona orginal, hvað ég var að segja, the OG nörda samfélag íslenskra veiðimanna. Já. Það eru ármenn sko. Flottu klúbur sko. Já, það er líka geggja húsnæði. Já. Þeir eru náttúrulega, ármennir eru nýlega fluttir Heyrðu, já, sko. þeir voru að flytja maður. Ég er ekki búin að koma í nýja staði. Nei, ég hef ekki komið. Það er verið að komið í nýja byggja staði. þarna í Vogunum allt. Samherji er búin að kaupa þetta allt maður og það er verið að byggja þarna einhver. Já, það var að samskip, ég man það ekki. Það skipt svo mikið máli. En hérna, já, þeir eru búin að koma sér í nýtt húsnæði, samt? Já, þeir eru kominir til síp í Grafavogi. Já, ok, frábært. Það er mitt svona á þess að þú veist náttúrulega hruni gerðist og allt það var svolítið missir af og ég held að allir tengi við það og bara viti aðdraðan af því að Stango til dæmis misti salin sinn gamla með þú veist hérna bólstruðu veggjónum og stangirnar og allt það og barinn í hotninu og svona. Það er ekki alveg, þú veist, það er ekki náðst upp sama félagsstemming á þessum opnu kvöldum. Þannig að vonandi við náum að rífa það eitthvað í gang þegar allir eru búin að fá sprautuna í vor. Já, þá líkur þessu kannski eitthvað tíma þessu ákváðu þetta sandir sko. Já. En við hérna, impur bara aftur á því að hérna, menn fara á Facebook og fletta upp febrúarflugum hópnum og þetta er heldur skemmtilegt og svona vonandi verður þetta hvati til þess að menn rífi fram gamla nýtingasetti sem við fengum ykkur tíman í jólagjöf og ætluðu alltaf að læra á. Akkurat. Það er hérna að því þú nefndir áðan hvað ég ætla að gera í febrúar sko. Já. Það sem við gerum er að við ætlum að bæta eins í sko. Það er að segja hafa 3 vídeo á viku út febrúarmánuð, þannig að við bætum þá við 15 degi sem svona upload Sem er náttúrulega ótrúlega segla að vera bara yfir höfu með 2 vídeo á viku sko, hvað þá 3? Ég tók alveg monster session í oktober, november. Ég skal trúa því að okkur finnst nóg að sleppa einum svona þetta á viku sko. En svo fer þetta aftur niður 2 bara vídeo á viku í mars og svo þegar seasoni byrjar þá ger ég sennilega eitthvað vídeo sem er mínútu vídeo sem segir bara ég verði ekki hérna að nýta með en sól úti og yfirborðstakar sko, þá var ég að fara að vera út í vatni bara eins og allir hinnir sko. Við það, ég mitt hérna félagarnir líka þú veist þegar hérna seasonið er komið þá þarf bara að fara út að veiða sko, þá er ekkert verið að sitja og spjalla sko. Akkurat. Algjörlega. Þetta, mér lakar til að fylgjast með þér í febrúar sérstaklega út af því að þetta er svona, hvað maður segja, high season í nýtingum og það ætla ykkur að búður að vera með afslætti og náttúrulega fullt af vinningum og svona í þessu, þetta er svona smá stemming í kringum þetta. Já, mjög skemmtilegt framtakið á hann Kristjáni sko. Já, mikill meistari rámaður og í rauninni ættu fleiri líka að kíkja á síðunas fos.is. Já, það er alveg frábær vefur og það er inn á hann svo endalist mikið efni og það er upp í veiði og vantar eitthvað upplýsingar ef ég hringi ekki Gitta Júl hérna á Skaga sem er mikill veðmann var þá, þú veist, ef hann er ekki í síma sambandi eitthvað, þá ferður bara í síman og inn á fos.is og skoðar bara upplýsingar um grænavatn eða upplýsingar eitthvað sem vatnum við þessum klasa sko. Hann er búin að taka þess að tauma og allt og krifja þetta allt sko. Alveg, sem er frábært. Herðu, 2, því að við erum nú ekki búin að tala mikið um rennandi vatn í þessum þetta. Hérna, það eru margar svona sprænur sem leina á sér á hérna Barðaströndinni, er það Barðaströnd? Jú, Barðaströndinni. Hvað er þetta? Syðrifoss? Suðurfossá. Suðurfossá, já. Hún er svona inn á Rauðasandi. Já, svo er á sem að þú þekkir Móra. Já, Móra er hérna á þeim hluta sem viðköllum Barðaströndin sko. Já.
það þessi lókallin kalla Barðaströndina, það ekki eins og öll austur Barðastrandas Íslands sko. Nei, Sunnlendinga tala það sem Barðaströndina, en það eru bara firðirnir, við kallum það bara firðina. Þið kallaði firðir, ok. Já, því þetta svona inn og út, eða var það í gamla dag eitthvað þessu að brúa sko. Já, þetta náttúrulega vallaströnd, þetta eru firðir. Já, það er rétt í lógíkinni sko. Akkurat. Er þetta skemmtilega á eins og þessi móra? Móran ef þú ætlar í hana með flugu, þá móran bara algjör einhendu á. Og oft móran þannig að sko, það fyrir eitthvað lítið vatn í henni. Já. Og þú þarft að bíða stundum eftir annarkot rigningu og alveg flóði til þess að þú fáir það er erfitt að kannski búið í Reykjavík, panta sér eitthvað túr. Já. Þægilega að vera á Patreksfirði, sjá að það er að fara að rigna á morgun og kaupa leyfi þá bara daginn eftir. Algjörlega, þannig þarf það að stilla þið inn á þessar árþarna sem eru eins og inn á Barðaströnd, líka vatnsalsana, það er sama, hún er alltaf vassmeiri en það er sama, þú þarft í rauninni að panta dálítið í hana eftir flóðatöflu, það var þannig alltaf þegar ég var að veiðinni sem patti sko. Ég Vatnsdalsá, ég nú veitt einu sinni þar, það er gríðarlega fallegt þarna, það er náttúrulega á held ég náttúruminjaskrá, Birkiskógurinn þarna, Friðland, já. Og þarna er örn og þetta er mikið umhverfi. Smá vonbrigði með hvað var lítið sjóbleikið í ánni. Ég var þarna eitthvað miðjan ágúst eða eitthvað eftir að gæta síðan og fóru svona að hægja á sér. Við fengum nú eitthvað lax þarna og svona en svo var fiskurinn bæði lax og bleiki hoppað út allt vatn. Þetta er náttúrulega risastórt og djúpt vatn. Já, þetta er bara sorfið eftir jökul í rauninni og svo nær þetta lokast væntanlega því jökullin hopar á einhvern tímapunkti þegar ísöldin klárast og þá ertu bara með eitthvað svona skál þarna sem að fyllist af vatni og það er náttúrulega sjógengt sko, það er svona stíi í henni, gerðið stíi í lax. Já, í fossin þarna. Já. Þetta eru flotti staðir, við sáum ekki mikið af fiski, við sáum fisk þarna við Þjóðvíksbrúna og lentum reyndar í skemmtulega aksjónu þar og félagið minn fekk marjulaxinn og eitthvað svoleiðis en svo fórum við bara í lunch eftir að hafa búin að hræra vel í þessu torfunni þannig og komum aftur eftir hádegi og þá var bara torfan horfin upp í vatn sko. Já. Og þar með var hún gleift sko. Já, akkurat. Löppuðum þarna með öllu þarna í uppáni og því líkt fallegt og þetta er alltaf gintært og kalt vatn og maður sá hann í allt, það var ekki brandað þarna virtist vera. Nei. Svo fórum við í ós og þá voru þið bara stökkvað einmitt svona 200 metrur út í vatni og voru bara ulla á okkur sko. Já, þetta er svona á sem við getur ekki bara gengið beint af fiski, þetta er á sem við þarft að panta eftir í rauninni eftir flóðatöflunni að luta til sko og svo veðri. Þetta var mjög, ég ætla nú ekki að tala illum þess að sko, en þetta var smá komist atriði hjá okkur félagunum, við vorum tveir eitthvað klára að gæta ég og Þorgils og fengum eitthvað félaga með okkur, þetta var 2 stanga veiði og kostaði ekkert mikið en búið að segja að vera glænýtt veiði og svona gott og blessa það var glænýtt en það var bara svona einhver garðskur sko, við vorum 5 þarna og það var ekki svona ljósaperaða gluggi og klósittur að það þurfti að hafa opna hurðina þegar menn fóru að gera stikkin sín og sko 5 að svo, 1 og 2 á gólfinu og einhverju upp í koju og þetta var alveg, þú veist, að svo til fóta og eitthvað litla ferðalagið, það var baldur og allt maður, já, svona, bara svo, ég held að það væri, hvað er þetta, flókalundur hann að? Já, flókalundur. Það væri kannski bara ekki úr vegi að bóka sem það er ef menn ætla fleiri en 2, sko. Akkurat, flott hótel, sko. Já, geggjað. Hótel og gott, flottu matseðill og bara, ég fór út að borða með foreldrarnir mínum þarna í haust. Já. Bara hann að nota ferðagjöfina. Já, að gera það. Einmitt, skila henni til baka, sko. Já, og innan sveitar. Innan sveitar, akkurat. Ég notaði mína hérna á Amerika bara. En það, flottur, einfaldur matseðill en allt sem er á honum er alveg solid. Geggjað. Já, en þú veist, þetta skipti ekki öllu máli aðstæðan eða hvort þú væri með ykkur magnuði, þetta var alltaf bara svona félagaferð en þetta var svona, já, þrautmóttu sáttir sitja, sko. Það er stundum þannig. Þetta var svona aðeins too close for comfort, sko, þegar menn þurfti að kúka með opna hurðina, sko. Já. En heyrðu, hvað ætlar að gera í sumar? Hvað er svona, ætlar að reyna að prófa eitthvað nýtt? Ertu búin að bóka eitthvað? Svona, hvað eru plönin? Allavega, það eru plön að fara upp í sko veiðivötn
einhvern tíman í Holly, man ekki hvernig það fekk að fara í það fyrst í fyrra þessi taka stönglar sko, fór 2 ár í fyrra í Veiðivatn og ég fer öllum líkjendum þar aftur og svo ég búin að bóka mig í Hlíðavatni með félögum mínum og ormanum. Ég er búin að sækja sjálfur sko, en svo hringdi hann í mig í gær og bað með að Detta inn í grúppu og ég sagði bara já. Já, ég meina, það fyrir svona vatnaveiði perra eins og þig, það er að komast með reyndum ármunum í Hlíðavatn, lítur að vera eitthvað spenna við því. Aldrei ferið þar sko, þannig að þetta er alveg nýtt fyrir mér. Já, þetta er svona kósi, ég hef nú einu sinni farað, það fekk velun í einhverju nýtíðakeppni þegar ég var barn einhver dag þarna, þetta er svona kósi, þú veist, mæta kvöldið áður og grilla og gista nótt og veiða þetta er. Já, það er eitthvað sjarmiður þessu. Já, ég fíla svoleiðis það sem þetta er ekki, sko, það sem ég fíla ekki í laxveiði er bara einhverja 3 tíma skiptingar. Það sem þú getur ekkert legið yfir einhverjum veiðstað, þú getur ekki í rauninni settið alveg inn í, sko. Svo ertu jafnvel oft, sko, 3 tíma skiptingar, sko, á svæðinu, en svo eru 1,5 tíma skiptingar innan svæðisins. Já. Og þú ert kannski á besta staðnum og kannski kortir á hann skiptingin þá er hinstöngin bara mætt á bílaplaninu og bara horfir á þig. Akkurat. Já, það er þú losnar svona við þessi álög, þetta er að kalla álög þegar þú bara ferði, bara kaupið við hvort þú ferði í vatnaviði, þá ertu eins og oft með söglaustarvatni, ég er oft heilu dagana bara eini maðurinn að veiðar. Já. Bara konungur í ríki Jón Sigurðssonar. Nákvæmlega. Hann alltaf var mikið í vatninu kallinn og kendi mér alveg á þetta, en þetta er geggja vatn, skeljasand, svona sandfláka út í vatnið, svona stundum sérð fisk að synda bara yfir og kasta bara á þann fisk og hann oft ríkur á fluguna. Svart bak á hvítum sandi, sko. Já. Það er kannski ágætt að við endum þetta á að bara minnast Jóns Sigurðssonar, sem að hann hafði áhrif á mig sem veiðmann og ennþá meira á þig, sko, og bara algjörlega, mentorinn minn. Bara takk hella Ívar fyrir komuna í Hylinn og bara lengi lifi minning Jóns Sigurðssonar. Já, nokkulega, bara blessu síðans minning, sko. Já. Og takk fyrir að leiða mér að koma. Bara okkar rána henn. Takk hella fyrir að hlusta. Mér langaði að segja ykkur frá Facebook síðu þáttarins, Hylurinn hlaðvarp, og einnig að hvetja ykkur til að subscriba og likea þar sem þið hlustið, hvort sem það er á YouTube, Spotify eða Apple Podcast. Takk fyrir.